maður spurður rosalega svona athyglisverða spurninga bara af hverju getur ekki eignast barn og ég reyndi nú að ég reyndi að útskýra það ekki með félagslegu aðstæðunum mínum til þess að byrja með. Ég sagði bara að því ég vil ekki eignast barn. Ég vil bara ekki eignast barn núna. Já, en af hverju? Þá þurfti að skrifa niður ástæði, sko. Ég bara ok, þú veist, ég er í háskóla. Ég er bara ekki á þeim stað í lífinu að ég geti eignast barn akkurat núna. Og það var fullnægjandi svar, sko. En það var ekki nóg að segja ég vil ekki eignast barn. Það þurfti að fylgja einhver svona afsökun. Ég fann aldrei neina sektarkennd. Mér leiði ekki illa yfir því. Þú veist, mér fannst ekkert að því og mér fannst eitthvað skrítið við að mér leiði ekki illa yfir því. Út af því að ég hafði alltaf heyrt bara, já, þetta er rosalega erfið lífsreynsla. Sálfræðingurinn minn með þess að ég myndist á það bara svona, já, svo fór ég í fóstureyðingu og hann bara, já, ok. Og var það ekki erfitt fyrir þig? Nei. Þú veist, það var vont, það var ekki þægilegt, en það böggaði mig samt ekkert. Ertu viss? Þannig að hann vildi ekki trúa því að ég væri ekki þjökuð og sektarkennd eftir að hafa farið í fóstureyðingu. Og þetta er bara eitthvað svona viðhorf sem er til staðar að það muni alltaf plaga mann endalaust mikið. Og allar konur muni sjá eftir því. Það er margar sem gera það og ekkert að þeim viðbrögðum, en það er heldur ekkert óeðlilegt að finna engar sérstakar tilfinningar til þess einhvern veginn.